Tækni, vísindi og nýsköpun voru verkefni nemenda Heiðarskóla í Reykjanesbæ á þemadögum í síðustu viku. Nemendur fengust við alls kyns spennandi verkefni og það verður ekki annað sagt en að þeir hafi verið bæði áhugasamir og ánægðir með viðfangsefnin. Frábærar hugmyndir fæddust á þemadögunum eins og Marta Eiríksdóttir komst að. Hvað er í gangi hérna? Viltu segja okkur frá þessu? Heyrðu, hérna erum við á lokadegi þemadaga sem hafa verið byrjuð þessast á miðvikudaginn og eru að klárast núna í dag, föstudegi. Og krakkarnir í skólanum hafa verið að fást við alls konar ótrúlega spennandi verkefni. Stigin hafa unnið saman og það sem er að gerast núna hérna á ganginum, sem ég vona að þú kíkir aðeins á eftir, að það er sem sagt uppskeran af nýsköpunarverkefni krakkarna á miðstigi. Þannig að þeirra verkefni hafa falist í því að vinna svona nýsköpunarverkefni og það er alveg ótrúlega margt skemmtilegt sem hefur komið út af því. Krakkarnir á yngsta stigi hafa verið að gera tilraunir, alls kyns tilraunir og í vísindasmiðjum og svo eru unglingarnir búin að vera að gera alls kyns verkefni sem tengjast tækni, vísindum eða nýsköpun. Öllu þessu sem hinir krakkarnir hafa verið að vinna í skólavinnu. Hvað með íslensku kennslu, stærðfræði, skrift og allt þetta? Var því öllu hent til hlíðar eða var það einhvern veginn samþættað eða þú veist, var einhver samþætting inn í? Já, það er náttúrulega alltaf einhver samþætting í svona vinnu. Krakkarnir á miðstig sem dæmi eru núna að fara að kynna vinnuna sína, þannig að það var mikil áherslu lögð á það að þau huguðu að því hvernig þau ætluðu að kynna sína vöru og hvaða orð þau ætluðu að nota til þess að koma sínum skilaboðum á framfæri. Og þau hafa líka verið að vinna skýrslur, það sem að þau eru að skrifa upplifun sína af þeim verkefnum sem þau hafa verið að fást við og margt fleira. Búin að búa til svona lítinn heim. Hvaða heimur er þetta? Þannig að við erum í svona stop motion, þannig að við erum að búa til svona flott vídeo. Er það búið til myndband? Já. Hvað er þessi myndband? Ok, sko, við fáum að velja hvað við viljum gera og við strákarnir ákveðum að búa til svona að við erum að búa til vegginn, Mexíkó-borderinn í Bandaríkjunum. Já, varnarmúrinn í Mexíkó. Já. Og út af hverju vildu þið gera það? Við vitum ekki, bara Guðjón fann upp á hugmyndinni. Já, Guðjón. Er það einn af félögum þínum? Já. Þetta er plastplógur. Hann fer yfir götur og gangstéttir og tekur upp plast með oddum sem hann stingur í jörðina og öflugum ryksugum þarf að glóða. Voruð að hugsa umhverfið? Var það náttúruvernd? Já, við vorum að hugsa náttúruna út af svo mikið á rusli út allt. Ég var að hugsa náttúruna og snjóplóg á sama tíma. Já, þannig að þið náttúrulega gerðu þetta saman, er það ekki strákar? Jú. Já, við gerum það. Nú ert þú búin að vera að vinna verkefnið þessa viku, þetta er búin að vera, hvað? Tækni og fullt fleira. Fullt fleira og hvað ertu með þarna í höndunum? Viltu lyfta þess aðeins upp og sýna okkur? Þetta er kúla, það er vélmenni inn í og þetta snýst, þetta er svona eins og hamstur. Ok, og svo sé ég að þú heldur á flatskjá, út af hverju ertu með þetta tvennt? Skrifum hérna inn í og það fer yfir í vélmenni og það hreyfir síðan. Já, þannig að... Hvað aftur fyrir mig? Já, þannig að þú ert eiginlega að stýra kúlunni í gegnum iPad-iðin. Já. Í einu vídeo þetta hægt að taka en ég get bara komið svona alltaf svo getum við að rétta tönd og hreyfi puttana og það.